dag erum við að reynslu aka nýjasta Kia Sorento. Fyrir einhverjum áratug síðan eða svo þótti ekkert sérstaklega fínt að keyra á Kia. Það voru hálfdósalegir bílar sem að vöktu hvorki undrun né ánægju. Aftur á móti fóru Kia í algjört rebrand. Og ég þá ekki bara að tala hönnun og logoið þó svo að það veki nokkrar spurningar eins og þetta sé bílamerkið K backwards N. En þetta ekki K backwards N, þetta Kia upp á 10. Ég held að upprunlega ætlaði Kia bara að fara í beina samkeppni við jöpunsku keppinautina sín í Toyota. Að mínum mati að þá eru þeir komnir fram úr Toyota þegar kemur að gæðum og framleiðslu. Til dæmis hérna í ökumannsrýminu að þá eru öll efni úr ansi hárri hillu. Þetta er svona mjúkt og gott efni, áferðin á stýri er alveg frábær. Áferðin á tökkunum hérna, þau eru svona stífir og góðir, þetta er ekkert eitthvað svona plastlegt eða neitt svoleiðis. Að mínum mati að þá eru Kia komnir skur ofar en Toyota þegar kemur að framleiðslu. Sumir gætu meiri segja fært fyrir því rök að Kia séu komnir á stall með þýsku keppinautunum sínum. Einn besta leiðin til að meta þennan bíl er að fá mann með doktorsgráðu með sér í bíltúr. Þessi maður er með doktorsgráðu í fótbolta sem ég kalla hann Dr. Football, aðrir kalla hann Kangarinn. Ég kalla hann bara Hjörvar Hafliðarsson og þetta er í fyrsta skipti í dag sem ég hitt hann persónulega. Og við ætlum að taka svolítið elgrandi á fótboltalið bara hvenær sem er í sögunni sem að hafa verið með bíl á spons framan á. Ok. Fyrst við erum í Kia. Við taka Kia Atletico Madrid cirka 2010. Já, ég man eftir því. Ég hefði viljað koma með þetta líka. Ég ætla að segja fram Kia, fyrir svona 5-6 árum síðan. Ég ætla að segja Víkingur, þeir eru með BMW-flóku þeirna. Já, þarf það bara einhvers staðar á? Já, það má bara vera hvað sem er, sko. Ok, Manchester United, Chevrolet. Fiorentina, Toyota, Gabriel Batistuta. Heldur betur, kvennalið Breiðabliks í mörg ár með Toyota framan á sér. Ég man að blast frá mig past. Við erum að tala Roma 2001, Mazda. Já. Totti. Okay. Þetta var gott. Manchester City, 80s, Saab. Wow, ok, þetta er fyrir ofan mína kunnáttu. Já, ok. Herðu, fyrst þú ferð þangað, fer ég samt svona djúpt. Við erum að tala Coventry, ég held svona í kringu 95, Subaru. Já, ég man eftir þessu. Aston Villa upp úr aldamótum Rover. Mann skiptir í? Nei. Jói Kalli spilaði. Alveg rétt, jú, stórt Rover. Ok. Frankfurt 2013, Alfa Romeo. Volkswagen með Wolfsburg alltaf. Ok, höldum okkur í Þýskalandi, Stuttgart, Mercedes-Benz. Malmö er alltaf með Volkswagen framan á sér. Já, búið að vera þarna einhvern tíma. Það er svona ljósblár argurning við trausta með Volkswagen merkinu. Herðu, þá ætla ég að fara í mitt heimalið, Hamburger Sportverein, Hyundai, 99.000. Sko, fyrst það mátti vera hluta af þessu, þá var Benz alltaf á stjörnubúningunum svona frá 2013-14 til 2017, ef við við. Já. Bayern München 2000, Opel. Paris Saint-Germain svipaleiti, Opel. AC Milan svipaleiti, Opel. Djúviti, hún hafa fattar þetta. Torino, Suzuki. Vildur þetta? Já. Ok. Juventus Jeep, þetta er náttúrulega sama Agnelli fjölskyldan. Já, auðvitað. Ég ætla þá að svara þessu með Udinese og Dacia. Andskotin, ég sá dösturinn keyra þetta. Fuck it, man. Talandi Þjóðverjana, að þá hefur Kia fengið lánaðar einhverjar hugmyndir hérna í innréttingunni frá þýskum bílaframleiðanda sem að finnur sig í Bæjaralandi. Og ég þá að tala mælaborðið og afþreyingaskjáinn. Þetta er svona sveigður skjár sem að snýr að ökumanninum sem að gefur ökumanninum fullkomið vald á snertiskjánum og afþreyingakerfinu. Þú ert með suðurkóreískan áreiðanleika í hálfgerðri þýskri hönnun. Hvað er ekki að fíla við það? Dragnið þessa bíls er einhverjir 1000 kílómetrar á fullum díseltank og þegar að tankurinn er tómur þá stoppar þú á næstu bensínstöð og dælir í cirka 3 mínútur og heldur áfram. Undanfarið að þá hef ég eiginlega bara reynslu ekki rafmagnsbílum og þess vegna aldrei verið nein góð eða gild ástæða til þess að opna á þeim húddið nema til að finna eitthvað pínulítið geymslupláss sem að dugar ekki fyrir lítið nestisbox. En hérna erum við með gamaldags sprengirheyfil, hérna erum við með 4 silindra dísilvél. Hún er 2,2 litra og skilar einhverjum 202 hestaflum. Skottið í þessum bíl er risastórt eða einhverjir 821 lítrar.
Og ef þú fellur niður öftustu röðina hérna, þá færðu ykkur 2011 lítra. Það er mjög einfalt að komast að þessum 2011 lítrum af plássi út af því að ef þú vilt losna við röð númer 2 hérna niður, þá eru bara takkar hérna og sætin falla niður. Og þú ert kominn með sendiferðabíl. Eitt helsta partytrykk í þessum bíl er það að hann er jú 7 manna. Það þýðir að það er 3. röðin af sætum hérna aftur í skotti. Maður smellir bara á takka hérna á röð númer 2 til að fá sætið þess framan. Og svo dregur maður hérna. Opa. Og maður dregur hérna. Og svona lítur plássið út þegar að 3. röðin er komin upp. Aðgengið aftur í 3. röðina er bara nokkuð gott út af því að maður ítir bara eitt takka hérna. Sæti fellur til, þannig að ég sem fullorðinn karlmaður kemst bara nokkuð einfaldlega hérna aftur í. Ég myndi kannski ekki vilja ferðast langar vegalengdir hérna aftur í 3. röðinni, en fyrir börn og unglinga að þá er þetta mjög huggulegur staður að vera. Til dæmis að þá eru stillingar hérna fyrir miðstöðina og það er USB-C tengi, þannig að það er hægt að hlaða síma og spjaldtölvur. Einnig er pláss til að geyma flösku hérna aftur í og meira segja mjög hentugur staður til að geyma símann sinn. Að sitja aftur í þessum nýja Kia Sorento fyrir fullorðið fólk, og þá er ég að tala um sætaröð númer 2, er afskaplega fínt. Það er hellingur af plássi frá hné fram í farþegasæti. Það er fullt af plássi frá höfði upp í þak. Þú ert með stað til að geyma flöskuna þínar. Þú ert með hitusæti. Þessi bíl kemur með skyggðum rúðum, en þú ert líka með auka gluggatjöld sem er einkar þægilegt ef að þú ert með lítil smábörn. Svo ef þú ert ekki alveg nógu sáttur með það hversu mikið pláss er hérna aftur í, þá getur þú sjálfur sem farþeginn hérna aftur í stillt framsætið. Til þess að keyra með fjölskylduna þá er þessi bíl alveg fullkominn. Fjöðrun á þessum bíl er á fullkomnum stað. Hún er ekki of stíf, en hún er ekki of mjúk heldur, þannig að það er ekkert svona body roll þegar maður fer í gegnum hringtorg og svo framvegis. Og meira að segja er fjöðrunin það góð að þegar maður er að keyra á holóttum malarvegi, að þá er svona eins og maður sé að fljóta á einhverju vastínu. Svo kemur þessi bíl með alls konar akstursstillingum eða 8 akstursstillingum, allt frá normal, eco, sport og þar fram til göttunum, og svo er hann með nokkra utanvegastillingar líka. Þú getur sett í snjó og mud og sand og allt þar á milli. Þannig að mögulega er þetta hinn fullkomni veiðibíl líka. Eins og alltaf að þá kemur Kia með 7 ára ábyrgð. Og er það ekki bara góður díll ef þú ert að kaupa þér nýjan Kia? Ég meina, hugsið þetta þannig. Þú kaupir þér þennan nýja Kia og þú mögulega selur hann eftir 2-3 ár þegar það kemur annar nýr Kia Sorento. Og í endursölunni að þá ert að selja 30 ára gamlan bíl sem hefur ennþá 4 ára ábyrgð. Að mínum mati að þá var forverið þessa bíls aðeins fallegri að framan. Hann var með fallegra andlit, sem að eru mjög jákvæðar fréttir fyrir mig út af því að þeir bílar eru orðnir gamlir bílar núna og eru örugglega hægt að kaupa nota 2020-2021 Kia Sorento á frábæru verði. Þannig í guðanna bænum nennið þið að koma og kaupa þennan nýja Kia Sorento svo að gamli Kia Sorentoinn ykkar fari á notaðamarkað eins og ég geti keypt hann.